Lárus, tap í undanúrslitunum og tilfinningin núna getur verið kannski dálítið skrítin eða hvað? Já, ég meina, við getum ekkert verið óánægðir með að tapa móti KR. Þeir eru bara besta lið landsins og mér fannst við svona ákveðnum tímapunktum í leiknum þá gátum við spila ágætlega við það og ég held svona að við ætlum bara að taka jákvætt út úr þessu leik. Þrátt fyrir að mér finnst eins og við hefðum getað gert betur. Við vorum að gefa þeim bara galopin skot bara úr einföldum innkastkerfum sem við vorum að fara yfir trekk í trekk. Þannig að svona, þeir kannski fengu aðeins svo mikið á auðveldu körfum þrátt fyrir að ég hafi verið ánægður með mjög margt í leiknum. Kannski spennustigið í byrjun og verið full hátt eins og við var að búast, var kannski ekki dálítið dýrt að lenda strax einhverjum 15 stigum undir? Nei, ég einhvern veginn svona bjóst alveg eins við því að það er svona strax fyrir okkur að skora fyrstu körfunar og svona hrista á okkur sviðskrekkinn og þannig ég hafði ekki rosalega miklar áhyggjur þó við lentum aðeins undir í byrjun. Ég var viss að við myndum koma tilbaka. Svo var svona bara spurning hvort við næðum að halda það út á hangiðum. Þeir eru bara með gríðarlega breidd, þannig að þeir geta skipt inn á meðal annars Jóni Arnóri Stefánssyni. Frammistaðan ykkar í dag, ég meina, haldið þið getið í raun og veru kannski alltaf fullt að tapa en heldur þið getið gengið ansi bara beinir í baki frá þessu verkefni? Jú, ég er mjög stoltur af strákunum. Þeir lögðu sig allan fram og þeir með bara vera mjög stoltir af bara baráttunni og bara fínni spilamennsku á löngu tímapunktum í leiknum. Þannig að þeir með bara vera mjög stoltir af sjálfum sér strákunum og ég er allavega mjög ánægður með það. Eftir fyrsti leiklundi var svona pínu ströggl og auðvitað var erlendi leikmanninn ykkar að stíga ágætlega upp en þið þurftu svolítið meira og Snorri Vignis mætti heldur betur inn í annan leiklunda. Mikilvægt fyrir ykkur að fá svona ungan blika sem var tilbúinn að taka ábyrgðina í dag. Já, hann er kannski bara svolítið að minna á sig sem góður leikmaður. Hann er náttúrulega búinn að vera fastamaður í yngri landsliðunum og er bara mjög fjölhæfur leikmaður sem getur spilað margar stöður á vellinum og bara sýndi það í dag að hann á bara í fullu tré við þá bestu á landinu. Þetta fyrir félagið, bara svona rétt í lokin til að ljúka þessu ferðalagi ykkar svona. Þetta væntanlega getur algjör byrjun á einhverju meira. Já, þetta getur kannski verið byrjun á okkur stærra. Það var góð mæting hérna á Kópavoginum í kvöld og bara þakka áhorfendum kærlega fyrir að koma. Þetta var alveg frábært að okkar helmingur var svona eiginlega fullur og bara góð stemming. Þannig að ég held að þetta getur verið byrjun á okkur mjög góð fyrir félagið.